Verslanir í fámennum byggðum eru gjarnan hálfgerðar miðstöðvar þar sem fólk hittist, nælir sér í nauðsynjavöru, slikkar í og jafnvel eitt stykki þvottavél. Á Raufarhöfn er verslunin Urð, jafnan kölluð Gunnubúð eftir verslunareigandanum. Ég heiti Guðrún Rannveig Björnsdóttir og á verslunina Urð á Raufarhöfn og búin að reka hana í 26 ár núna í júní. Ég er fædd hér og uppalinn, þannig að ég er búin að vera hérna í 62 ár, þannig að það er bara gott. Væri með búð í kjallarinn hjá mömmu og pappa og svo eftir að við byggðum þá var ég með verslun í bílskúrnum hjá okkur. Líka bara þegar ég byrja þá náttúrulega búa hérna 400 manns. Það fer niður 120 og er núna kannski kringum 200. Þannig að þetta er náttúrulega búið rosalega rússíbani. Já, það var gríðarlega mikilvægt að fá styrk frá Byggðastofnun því að þegar ég stofnaði búðina fyrir 26 árum síðan, þá var allt keypt notað og búið að vera allt og já, aldrei verið neinu skipt út sko. Dökkbrúnar, eldgamlar hillur frá Hagkaupum eða einhvers staðar. Að núna er búðin bara eins og ný og reyndar ekki búin að klára allt en svona miklu léttar yfir henni, allt miklu bjartara og svona léttar yfir henni. Já, þetta er bara skipta öllu máli sko. Frábært að þau skulu svona bara sinna því að aðstoða þá sem að svona þurfa að hafa meira fyrir þessu heldur en stórstæðnir. Það er rosalega mikið rennir í að ferðamönnum í venjulega árferði, eða það er mikið á útlendingum sem sagt. Og þeir skilja nú ekki jafn mikið eftir sig eins og Íslendingarnir. Ég hef aldrei átt jafn gott sumar og COVID-sumarið mikla. Þannig að ég vil náttúrulega bara fá Íslendingarna áfram sko. Þeir kunna gera vel við sig. Íslendingurinn er hún finnst ótrúlega mikið vöruúrval og líka kommenta mjög ofta á að það sé gott verðið sé bara mjög sanngjarnt. Það er alltaf gaman að fá svoleiðis komment. Já, fólk er náttúrulega gríðarlega þakklátt fyrir þetta og sýnir það náttúrulega bara í verki með að vera versla vel heima við. Það er ekki spurning. Stundum getur maður verið svona hálfgjör sálfræðingur sko. Þegar það lendir þannig á. Ef fólk þarf eitthvað að tjá sig. Maður er alltaf að hitta nýtt og nýtt fólk og til dæmis á sumrin þegar brottfluttir að koma í heimsókn og svona. Húsið heitir Álfaborg. Það er álfasteinn þarna sem við hreyfum ekki við. Þetta er byggt á síldarárunum fyrir sem verbúð. Maður þekkir náttúrulega hver einasta manneskju í þorpinu sko. Þannig að þegar kom einhver nýtt fólk þá náttúrulega er ég svona kannski heimamanneskjan sem það hittir oftast.